Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Bjórböðin á Árskógssandi opnuðu síðasta sumar og hlutu strax góðar viðtökur enda að ræða nýjung hér á landi þótt víða væri leitað. Bjórböðin tengjast rekstri brugghúsverksmiðjunnar Kalda sem skammt frá. Svo góðar hafa viðtökurnar verið að eigendur hafa nú hug á að víkka út starfsemina með því að byggja gistiaðstöðu við hliðina á bjórböðunum og framleiða bjórsápur. En meirum það síðar. Agnes Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri brugghúsverksmiðjunnar Kalda, að vonum ánægð með móttökurnar. En hvers konar fólk það sem heimsækir bjórböðin? Það tölvast af útlendingum en tölvast líka af Íslendingum og það eru mikið pör að koma saman en það allur aldur og bara öll flóra. Hvaða þjónusta hér í boði? Við bjóðum náttúrulega upp á bjórspaðið sem náttúrulega okkar aðalmerki og svo slökun og svo boðið upp á útipotta og sána og svo náttúrulega dýrindis veitingastaður sem boðið upp á góða fiskrétti og ýmislegt. Og fólk að taka allan pakkan? Já, algjörlega. Og fólk kallar eftir gistingu, það sé það næsta sem vantar. Það kallar eftir því. Hver helsta ástæðan fyrir þessum góðu móttökum að þínu viti? Ég hugsa síðan nú nokkrar ástæður fyrir því. Þetta einstaklega vel byggt hús. Það vel staðið að öllu. Fólk finnur þegar kemur inn að það sé haldið utan það. Og það var raun og veru átt að vera okkar vörumerki að fólk upplifði sem einstakan viðskiptavin. Þetta náttúrulega algjörlega nýtt á Íslandi og nýtt á öllum Norðurlöndunum og við erum að fá mikið af erlendum túristum sem frá Danmörku og Noregi sem hafa aldrei náttúrulega upplifið þetta og ekki sínu heimalandi. Þannig ég held að séu margar ástæður. Við vöndum vel til verka og við erum raun og veru bara uppskera svolítið eftir því. En útsýnið, það fenguð þið ókeypis? Útsýnið fengum við ókeypis og þar náttúrulega bæjarstæðið einstakt og það hluti af því að vera svona ekki eins og allir aðrir. Og það kannski líka svolítið skemmtilegt, fólk sem kemur hingað á Árskógssand, það á ekkert von á endilega svo miklu, svo þegar það komið hingað og sér húsið, finnur böðin, hvers konar dýrð það að liggja í þessu og útsýnið, það eiginlega fer svo orðlaust yfir því hvað þetta fallegt og notalegt. Þeir gestir sem að fara í útipottana sem eru fyrir aftan okkur, var það jafnvel þannig eða það jafnvel þannig að maður má eiga vona því sjá hvali? Já, það skeiði nokkuð oft í sumar að fólk satt í útipottunum og það var raun og veru bara í hvalaskoðun. Fjörðurinn hafa býsna mikið á hvali í firðinum. Og það voru bara vera að blása og sporða. Á næstu vikum koma stórir farmar af Bretum til Norðurlands. Þið væntanlega bindir vonir við þá? Já, við bindum vonir að fá hlut af Bretunum og ég hugsa að þeim eftir að líka þetta mjög vel og það búið að vera undirbúa vel að taka vel á móti þeim. Þannig að það búið að taka frá fyrir það og býsna mikið af böðum og við berum vonir það, já, til þess. En þeir eru ekki að það byrjar að panta sem sagt? Nei, það raun og veru hjá okkur, þá kemur það í ljós eiginlega deginum áður, hversu margir koma til okkar og þeir koma þeim til okkar og bara með á rútum. Þannig að þetta verður mikið ævintýri ef þeir koma. Það talað að Bretar séu gefnir fyrir bjórinn? Það ekki spurning að þeim eftir að líka velja Kalda því að vatnið okkar náttúrulega svo gott að íslensku bjórarnir eru náttúrulega ekki síðreldi eins og erlendu. Bjórböðin hafa vakið athygli og fengið umtalsverða umfjöllun í netmiðlum og erlendum blöðum. Já, í heimspressunni höfum við fengið bara mjög mikla umfjöllun og þar verið alltaf stendur upp úr hvað þetta vekur mikla athygli og eftirtekt bara í öllu og það þeir hafa komið mikið af blaðamönnum og skrifað okkur eftir og það alltaf bara 5 stjörnur og líka rosalega vel. Og þar kemur líka þetta sé svona ekki inn í þéttbýli heldur út í sveit, þannig að kannski það okkar aðalstyrkur
enn og aftur eins og með kalda að vera aðeins út fyrir þéttbýlið. En þegar þið voru með þessa viðskipta hugmynd í kollinum, runnuðu algjörlega blind í sjóinn eða í bjórinn? Já, við runnum nú svolítið blind í bjórinn, en samt sem áður hef ég gengið með þessa hugmynd í maganum síðan 2008. Þannig við vorum búin að hugsa hana vel og fengum svo í lið með okkur Sigurður Braga og Ragnheiði, tengdadóttir okkar og son, að koma þessu svona, að það þarf töluvert að koma þessu upp. Bæði mikið þrek og þú smellir ekki fingri og kemur þessu upp allavega. Þannig að við vorum búin að hugsa þetta mikið og undirbúið þetta vel áður en við lögðum í að byggja. Þannig að þú ert alveg hæstannað? Ég er alveg gríðarlega sátt, já. En hvaða viðskipta hugmynd ertu þá núna með í maganum? Það er náttúrulega að búa til kannski okkar eigin bjórsápur. Við höfum eftir að fara í það. Og svo náttúrulega gisting væri mjög gaman að hafa. Og við erum raun og veru búin að sækja lóðir fyrir gistingu. En það verður nú kannski ekki fyrir 2020. Er það stórt og mikið hús? Nei, ég sem myndi frekar hafa í svona minni húsum. Þannig að hver og einn væri prívat. Því bjórböðin eru svolítið þannig að það er hver og einn í prívat herbyggi. Og þetta er svona para vænböð. Og þá er það náttúrulega líka kjöri fyrir þá sem væri að hugsa þetta sem heilsulind gagnvart kannski exemi eða eitthvað þess áttar. Því bjórböðin eru einstaklega góð fyrir húðvandamál. Að fólk gæti gist og verið til lengri tíma. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.